Komiði sæl og verið velkomin í FM 95 Bjö. FM 95 Bjö komið í staðinn fyrir FM 95 Blöð næstu 2 vikurnar því að það Björn Bragi sem heilsar ykkur og meðan Auðun Blöndal erlendis en hann í hári græðslu í Rúmeníu og hjá mér fyrsti gestastjórnandinn Anna Svava, vertu velkomin. Takk fyrir og ég ætla að hrósa þig fyrir að geta hafa stjórna græðan svona vel. Já, ég nefnilega hlustendur eflaust pæla ekki í því sko en það eitthvað stærsta takkaborð sem að bara til hérna beint fyrir fram mig og ég svo lélegur í svona tæknimálum sko. Ég kann valla að stinga í samband heima hjá mér. Ég sá bara svipurnar, nú ég fyrir að byrja að hækka. Þetta var mjög mixað hér. Já, ég algjör mixari. Já. Ég nokkuð stressað, ég stressaður yfir tæknimálunum. Já. En við erum nú með hérna, tæknitröll við liðin okkur. Tæknitröllin Pétur hérna hjá okkur til þess að grípa inn í ef eitthvað klikkar. En þú hefur komið hingað áður hana. Já. Er þetta ekki skemmtilega að hafa mig en heldur en þetta? Nei, jú, miklu skemmtilega. Hann farin út sem sagt. Hann farin út, þú mátt til Lítilmann. Já, mér finnst það miklu skemmtilega. Ég meira örugari og mér finnst þú líka bara skemmtilegur gaur. Takk. Nákvæmlega, mér finnst þú líka mjög skemmtileg. En þetta verður geðveikur þáttur hjá okkur í dag. Já, þetta verður geðveikur þáttur. Við erum náttúrulega með svona einhverja fasta liði sem við höfum verið með. Þetta mánudagsþátturinn, ég mánudagsmaðurinn. Já. Já, Björn Bragi verður með honum á mánudögum. Einmitt, já, ég mann. Já, það þekki allir lagið. Það þekki allir lagið. Þannig að við erum með Barnalandið og einhvers konar netmisnotkun og eitthvað svona. En svo hérna ætlum við að gera ýmislegt annað. Og fá skemmtilega gesti. Já, við ætlum að fá strákana í hraðfréttum. Og ætlum þið tala úrslega hratt. Og stutt. Þeir þurfa að drepa svolítið tíma hjá okkur, sko. Já. Þeir með ekki tala bara í 2,5 mínútur eins og þátturinn þeir Nei. Nei, þátturinn þeir samt búinn. Þannig að við ætlum að tala við á svona framtíðina og svo vorum við að lesa í síðan heyrt að þeir eru farin að búa saman. Þannig að nýtt par í uppsiglingu. Já, aldrei veit. Og við ætlum líka að taka síðan heyrt fyrir. Já, heldur betur. Svona slúður úr síðan heyrt og þetta náttúrulega áhugaversta blað landsins. Já. Og við ætlum ekkert að tala Geir og neitt svona í dag. Nei, vá, ég er ekki svona inn í því. En hérna, sko, það gaman að segja frá því að sko, ég sitt það sem Auddi hefur alltaf sittið, þú sittur það sem ég sitt alltaf. Ég er með sjónvarp hérna. Nú, hvað er sjónvarpinu? Það einhver mynd á bíórásinni, ég veit ekki, hann að segja eitthvað, ég elska þig Beth Cooper. Þetta píran úr Heroes, þannig að klappstýran. Já. Ég held að þetta sé ekki góð mynd, þannig að það er fínt að það væri góð mynd, þá myndi ég örugglega svona missa athyglina og fara bara að horfa á sjónvarpið og setja bara nokkur lög á. En þú ætlar að vera í 2 vikur? Já. Og hver ætla að vera fleiri með þér? Það verður mikið á góðu fólki, á maður að gefa það upp strax. Þú veist, ef ekki fókusa á bara þann sem hjá mig núna. Jú, eða kannski að þú ert ekki búin að undirbúa það og getur þess vegna ekki sagt það. Ég búin að undirbúa það, ég búin að vera sveittur að undirbúa það, sko. Þetta verður rándýrt. Já, ég kem kannski aftur til þinn. Já, endilega. Ég nefnilega sko vil hafa þetta þannig að sko þegar Auddi komið tilbaka þá býð hans ekkert starf. Já, einmitt. Þá verður hann bara með... Heyrðu, já, einmitt. Ok, ég ætla að segja svolítið á eftir. Já, ok, gerðu það eftir. Við ætlum að henda í fyrsta lagið. Pétur, ekki græni takinn eða? Ætlar að kynna lagið? Já, það sem sagt að lagið Alone Again með Alice Reed og Jump Smokers. Prófum þetta hérna, gáum hvort það virkar. How do I get you alone? Anna. Þú ert með mér núna, við erum enda 3. Já, ég var að spyrja hvernig losnum við tæknumanninn. Ég vil ekki hann fari. Nei, ekki ég heldur, þá var ég mjög hræddur. En þeir eru að hlusta á FM 95 Bjö. Bjö, ég var að ræða það eitthvað, Bjö. Finnst það ekki flott? Það er svolítið svona, ég veit ekki, eins og oi eða hór. Bjö. Bjö, það er svona bjö. En hvernig er þetta á bleð? FM 95 bleð. Já, það er bara, já. Herðu, ég ætla að fara í hérna... En í alvörun ætlar að kalla þáttu núna FM 95 Bjö. Er það ekki? Jó, ok, það er flott. Ég ætla að fara í slúður. Það er önnur innkoma, það er slúður. Já. Ertu tilbúin í þetta? Já. Bíddu, það er ekki að setja smá takt undir, er það þessi endaki? Bíddu, þessi. Herru taktinn sem kom niður? Nei. Bíddu? Jú, núna? Já. Ok, það er komið taktur undir og við förum í slúðrið. Já. Og fyrsta slúðrið, sko, þetta eru 4 slúðmálar. Já. Ég skipti þessu í hérna, annars var erlent og hins var innlent. Ok, fyrsta slúðrið, það er af góðvinnið þínum, Justin Bieber. Já. Og hérna, hann er sem sagt að taka upp eitthvað drasl. Nei, hann er að taka upp myndband sem heitir Boyfriend, eða ekki? Jó, akkurat. Já. Sérðu þú? Ég nefnilega sko, horfa alltaf á þætti sem heitir The Voice. Já, er það ekki svona idol? Jú. Eitthvað? Já. Já, það er þetta season 2, en hann download, já, ok, ég horfa á þá. Download? Þarna, og sem sagt, hann kom daginn og sýndi sem sagt svona fyrstu mínútuna í svona preview. Sýndi fyrstu mínútuna úr laginu.
úr myndbandinu. En nú ætlar að segja slúður sem gerst á tökustað, ekki? Veistu hvað ég er að fara að segja þér? Já. Hvað gerist? Heyrðu, hann var eitthvað á tökustað og chilla. Nei, hann var ekkert að chilla. Það var svona slúður spurningakefni. Já. Þú bara dinglaði strax, heyrðu, já, hann var á tökustað og... Já, Hann var á tökustað og það var örugglega pása og þá kemur kærastana sem ég veit ekki hvað heitir en er hot í. Hún heitir Selena Gomez. Já, Selena Gomez mætti og þau voru bara eitthvað getið sleik. Hot and heavy. Já, stendur það? Nei. Gott samt. Og svo lyftir hann svona upp og hélt á henni og svo fóruð þau inn í bílinn, 16 miljonar krónur. Er hann með bílpróf? Hvað er hann gamall? Hann er fæddur 94. Hann hlýtur bílpróf, það er 18 ára. Eða árið 2012. Er 18 ára bílpróf úti líka í Bandaríkjunum? Það er ekki 16 og 17 og eitthvað svona? Bíddu aðeins. Nema hvað? Það var rétt. Ég elskar þessu bjöllu. Já, og þá fóruð þau inn í bíl og hún settist ofan á hann og voru sleik og sleik. Þetta er slúðrið í alvörinu, þetta er slúðrið, þetta er það bitastætt. Nei, sko, já, slúðrið er að hann var svona, þú veist, hann var allir að bíða eftir honum. Hann var bara eitthvað, ég ætla að slella hana eða. Já. Sagði það, sko. Þú veist, hvað ætli séu margir að vinna á svona myndbandi? Þú hefur nú verið aðeins að vinna í svona einhverju drasli. Þetta kostar hérna 20 milljóna. Já, ég er að segja það, bara hver mínúta kostar 500 skall og úti kostar 500 biljónir í mínútan, sko. En Bieberinn þarf að gefa sér tíma fyrir ástina. Já. Þannig er hann bara. Búinn að klippa sig. Herðu, já, hvernig finnst þér klippingin? Mér finnst hann bara að verða sætari, sko. Já, hann er að... Þú er aldrei finnst hann sætur, aldrei. Hann er svo, nei, hann er growing up núna. Já, og svo gellan sem ásakaði hann fyrir þarna að hún sagði eitthvað að hann væri pappinn af barninu hennar, svo kom ég ljós að var ekki. Ég sá líka eitthvað slúður að hann hafði sett eitthvað svona vond skilabóðin á Twitter síðan hennar daginn, þannig að hann er ennþá bitur. Mér finnst þú vita óþarflega mikið Bieber. Já, mér líka. Herru, yfir í næsta. Kim Kardashian kynnir kærastan fyrir fjölskyldunni. Hver heldur það sé? Kanye West. Nei. Jó. Töff? Já. Ok, mér finnst þetta skemmtilegt slúður. Já, er það ekki? Hérna, hún er nú búin að eiga á nokkra, sko. Þeir eru allir svona þekktir, eða svona misþekktir. Þetta er nú örugglega frægasti. Já. Og hérna, hvað finnst þér samt að hann sé með henni? Er það ekki eitthvað glatað? Ég meina, hún er hot. Já, ok. Hún er mjög lágvaxin samt. Aha, ekki sjónvarpi. Nei, það er alltaf líka. Já. En herru, þá erum við komin til Íslands með slúðrið. Og ég er svo spennt. Bubbi Morthens lét flúra á sig lax. Já. Bubbi Morthens kom með tattoo af lax á hendina sér. Herru, ég sá myndaði, það er ógeðslega flott. Já, hann segir, laxveiði er mín stóra ástriða þannig að það er óþarf að flækja það. Þetta líkist nú mörgum af þeim lögsum sem ég hef veitt, segir hann á DF. Ég er allur í tattúum. Það tók heilan dag að gera þetta. Eftir 4 klukkutíma ertu farin að bíta á jaxlinn en þá fær maður sér bara verkjatöflur, segir hann ánæður með laxinn. Og hvað er þetta á handleggnum með það? Já, mér sýnist þetta að vera á framhandleggnum á honum. Já, mér finnst þetta flott. Hver ætlaði að gert það? Það stendur hérna. Jón Páll. Að sjálfsögðu. Hann er náttúrulega listamaður. Og þú ert ánægð með að Bubbi sé með lax? Já, mér finnst það flott. Já, ok. Ég meina, þú veist, hann elskar laxinn. Já. Að hann samti lag Brynju þegar hann elskaði hana. Já. Hann er svolítið svoleiðis. Lax, ég elska þig. Herðu, svo er það að lokum Garðar Gunnlaugsson, vinnur okkar, knattspyrnumaður sem er skilinn við Ásdísi Rán. Hann segir á DF líka, draumaprinsessan er lík Ásdísi. Hann segir, já, sko, hann segir, aðspurðum draumaprinsessuna, þá þurfa hún að vera bæði falleg og góð og sér í lagi badgóð. Hún þarf að vera skemmtileg, allt þetta þrennt sé ágætis formúla, segir hann og bætir brosandi við að eflaust sé hann að lýsa Ásdísi. Ha? Ég náðu þess ekki. Er eflaust síðan að lýsa Ásdísi? Þú skilur þetta ekki? Nei. Hann er að telja fullt af kostum sem manneskjan þarf að hafa, sem hann vill vera með. Já. Og svo segir hann, líklega er ég bara að tala um Ásdísi. Hún uppfylla allir þessa kosti, skilur. Saknar hann hennar? Greinilega smá. Já, það er fallegt. Já, en okkur eru það ekki bara saman? Ég veit það ekki. Ringi mér. Nei, við getum ekki ringt í alla. Nei, það er rétt. Herru, ég ætla að halda áfram með dagskrána. Ég held að við sem að fá stuttskilaboð og lag og svo komum við aftur með stemmingu. Dekkjadagar á FM í samstarfi við Dekkjahöllina. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfölgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Heiðar Austmann mun draga út vinningar alla virkadaga í apríl og í lok hverja viku fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn. Dekkjahöllin hefur opnað nýja og glæsilega þjónustustöð í Skútuvegi 12. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni og nú einnig í Skútuvegi 12. Skráningar hafinn á heimasíðu FM. FM 957 og Dekkjahöllin, það er vor í loftinu.
Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugl. Sack of wine. Life was like a box of chocolates. Þú gæti næst í 5.000 kr. inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Viltu slá þig í kaffitímanum? Vísir kynnir samstarfi Datamarket. Upplýsingar verðlagsþróun, framleiðslu og eftirspurn. Utanríkisviðskipti, vinnumarkað og opinber fjármál. Vertu sérfræðingur og fylgstu með stöðunni á hagtölum í viðskiptum á Vísi. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja rétt þinn. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Það sko ekkert einfalt við Víkingalottóið, því nú potturinn tvöfaldur. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía. Lakkeról slettir úr körullanum. FM 95 Blö á FM 95. Þetta Frey með Never Say Never. Það nett svona væl í þessu, en það mánudagur, þannig að það má vera smá væl. Það ekki Anna? Jú, það má vera. Við erum mjög ástríðufull en dag. Já, við erum það heldur betur hérna í FM 95 Bjö, sem í fjarveru FM 95 Blö. Heyrðu, núna ertu komin í nýja vinnu. Já. Í 2 vikur. Þetta raun og veru nýr vinnustaður og þegar þú hefur verið að vinna annar staðar í öðru húsi, ekki rétt? Jú, eða þú veist, ég hef náttúrulega verið hérna í, þú veist, einu sinni í viku. Já, en þetta nýr vinnustaður. Þetta nýr vinnustaður. Þannig að ég googlaði hérna og fann svona stærði gegn. Viltu vera stjarn á einu vinnustað? Ok, nokkur atriði sem þú ert að tilengja þér. Númer 3. Stjórnaðu þér og öðrum. Ok, getur það? Stjórna sjálfur mér, ég get stjórna sjálfur mér en get ég stjórna þér? Já. Ok. Já, þannig að þú ert búin að mastera það? Ok, svo sem þetta virtu yfirmannin. Ok, þú gerir það alveg. Svo sem þetta, mér finnst þetta svolítið gott. Gefðu þér stöðuhækkun. Ég búin að gera það. Ég veit það, og þú skýrði þáttur upp á nýtt. Já. Finnst það svo frekt? Er það ekki? Já, þú ert gestastjórnandi í 2 vikur af þætti sem heitir FM 95 Blö. Já. En þú ert búin að breyta nafninu. Sko, býta, var þetta 2 púntar, annars var virtu yfirmannin? Já. Ok, þú veist, ég verði alveg yfirmann minn, ég verði samt ekki Ödda er ekki yfirmann minn. Hver? Hann rétti samt ekki? Nei. Nei, það ekki, ok. Nei. Ok, Þannig ég vil segja ég uppfylli alla þessa púnta. Ég gaf mér stöðuhækkun, ég breyti nafn á þættinum, þetta er bara FM 95 Bjö núna. Já. Ok, sýndu og segðu frá, vera svona gaurið með slúðrið. Já, við vorum að því. Og svo stendur síðasta, skiptum vinnu. Stundarlega stjörnur á raungum stað og raungum tíma. Ok, er þetta ráðleggingar, hvernig þú átt að slá í gegn á nýjum vinnustað? Já. Punktur númer 5 hérna, skiptum vinnu. Já, fyndu gott fyrirtæki auðumann sem þú getur virt og sláði í gegn á einhver starf. Sko, því að maður getur bara verið stjarnar svo lengi. Já. En þú kemur inn í 2 vikur, þú eru pottitt búin að vera með eitthvað svona leiki í mötunni til í hádeginu bara eftir 2 daga, sko. Já, ég ætla samt ekki að vera allan daginn, sko. Nei, þú ert þín eftir hádegi. Ok. Já, þú veist, og svo getur allir eru bara djöðlega fíla hennar Bjössa maður, Björn Bragi, bara eitthvað. Svo hverfuru. Og þá er allir bara djöðlega gaman að vinna með hann. Já. Og þá ferur bara aðra vinnu, einhverstaðar annars þar. Svo allir eitthvað, þessi Öddi komin aftur. Já. Ok. Þá er hann bara orðið gamalt húsgagn, já. En ég ætlaði að kenna þér eitthvað. En hvernig læti ég get ekki kent henni? Þú getur ekki kent þeim sem veit allt. Mr. Miyagi. Nei, taka mér þessa bjöllu. Ertu að dingla mér í bjöllu? Já. Nei, þetta voru góða púntar. Já. Og ert alltaf svona sem ég þurfti að vita. Já, hitt var bara eitthvað leðilegt, ég nefndi ekki að lesa það. Taktu frumkvæði og eitthvað svona. Leitaði þekkingar, þú gerir það náttúrulega aldrei. Ég reyndi bara að velja það sem ég vissi þú myndi gera. En ert þú búin að tilengja, nú ert þú að vinna á svona 10 stöðum alltaf einu, svona í ólíkum verkefnum. Já. Ert þú búin að, stjórnar þú sjálfur þér og öðrum? Já. Eins og í þessari hæfileikakeppni sem þú ert dómar í? Já. Úps, heyrðu, þetta var sími að ringja. Þetta var ekki okkar sími. Nei, ég veit. Heyrðu, hæfileikakeppni, það er ótrúlega spennandi. Það er nefnilega úrslitakvöldið 4. maí. Plugg. Má ég tala aðeins um það? Já. Nei, í alvörun þá er ég ekki að plugga þetta. Ég er bara að hlakka svo til. Ég er alveg svo spennt. Það verður bein útsending. Já, nákvæmlega. Hvað eru margir að fara að keppa? Ég veit ekki. Jú, býtu. Ok. 12, 16. 12, 16? Já. Ok. Og er þetta eitthvað fólk með hæfileika? 16 atri. Já. Þetta er nú ekki alltaf þannig þegar það er hæfileikakeppni á Íslandi eða þú veist raunveruleika þáttur, þá er það nú ekki alltaf þannig að svo sem sigrar, hann fer ekkert eitthvað brjálæðislega langt, sko.
svona á því sviði, þú veist, eins og í, þú veist, með Idol og eitthvað, þú veist, það liðir ekkert eitthvað á fullu í dag, í tónlist. Nei, en það er samt örugglega búið að breyta eins hvað það ætlaði að gera, eða hvað það var að gera og er að gera í dag. Fólk kannski meira að vinna út í, skilurðu? Já, ég var ekki að gera lítið úr því, sko. Nei, ég veit, en þetta er svo mismönd atrið, þú veist, þetta er tónlistafólk, töframenn. Mér finnst þess að sé bara töframenn. Það eru 2 í keppninni og ég held bara, þú veist, 2 Mér finnst þess að væri alveg eitthvað 40 töframenn. Ég man bara eftir 2, sko. Ok. 2. Verður þeir konur í úrslit? Já. Báðir? Ég held það. Er þið töfrasjúk? Sko, ég er ekki dómari, þú veist það. Nei. Þannig ég er ekki alveg inn í þessu, en... Veitu, hvað ertu þá? Ég er bara svona að segja það sem ég finnst. Það er þjóðin sem kýs, sko. En hvað er hitt fólki að gera þarna? Hinn er dómararnir. Hinn er dómararnir, sér þú ert dómari? Nei, ég ræð engu, basically. Nei. Við erum bara svona, ok, álitsgjafar. Þannig að þú hefur ekki tekið stjórn á sjálfriðir og öðrum. En það kemur gestadómari, gestaálitsgjafi. Hver er það? Ég má ekki segja það. Ok. En ég má segja hvar, útsýningi verður í Gamla bíó. Já, takk. Er það ekki óslega merkilegt? Það er rosalega skemmtilegar upplýsingar. Takk fyrir þetta frábæra skúp. Já. Þið eruð að hlusta á FM 95 Bjö sem að þátturinn heitir núna í fjarveru Auðuns Blöndal. FM 95 Blö er orðið FM 95 Bjö á meðan hann er erlendis. Anna Svava situr hérna hjá mér. Er þetta ekki að veynast þessu nafni, FM 95 Bjö? Jú, þetta er samt alltaf astnald þú segir það. Ja, FM 95 Blö er ekkert eitthvað töff. FM 95 Ask. Væri það þú? Já. Já, þess vegna bjóðir mig að leysa af henn, ekki þig. Já, hljóma sýtla. FM 95 Ask. Herru, þú ert komið séð og heyrt hérna í hendurnar. Já, Jesús minn, ég er að skoða gula dálkinn hérna, heyrst hefur. Já, heyrst hefur, þetta er uppáhaldsliðurinn minn í blaðinu þar sem að tekið fyrir svona hvað þekktir einstaklingar að gera og það er ekkert eitthvað alltaf voðalega merkilega fréttir eða eitthvað. Nei, þetta er hræðilegt. Veit fólk af þessu? Hvað erum við að tala um? Skáldi, til dæmis, heyrst hefur að Skáldi Sjón hafi hjóla fagmannlega á fagursmíðu reiðhjólinu Laugaveginn á laugardaginn. Já, þetta er svona slúðurmólar Íslendinga. Men er þetta satt? Eigum við ekki að komast að því núna eða? Jú, ok, byrju, til dæmis hérna. Heyrst hefur að ungstirnið Atli Óskar Fjallason, sem leik í Gauragangi, hafi skellt sér, byrju, þetta er mjög spendi, á bíódate með sérstakri forsýningu á indoneskísku hasamyndinni The Raid. Jáhá. Herru, ég er með númeri hjá Atla Óskari. Eða vaða í hann eða? Já. Halló. Atli? Já. Hæ, þetta er Anna Svava. Hæ. Og Björn Bragi hérna líka með henni. Já, þess. Hvað segirðu gott? Ég sé allt fínt bara, en þið? Fína, heyrðu, við erum að skoða þetta séð og heyrt. Þú ert í útvarpinu hérna í FM 95 Bjö. Já, ok. Þú ert sko að séð og heyrt? Já. Nýjasta séð og heyrt. Þetta er rosalega frétt þau, sko. Nú, hvað er það að slúra? Það stendur, heyrst hefur að ungstirnið Atli Óskar Fjallason hafi skellt sér á bíódate og sérstakri forsýningu á indonesísku hasamyndinni The Raid. Er þetta satt? Jú, það er mikið rétt. Með hverju fórstu eiginlega? Það var ung mær sem að skellti sér með mér. Hann sagði ung tvisar, hún hefur verið mjög ung. Er þetta kærastæðin? Nei, ég get ekki sagt það. Nei, bara deyta. Var þetta fyrsta date eða er þið búin að hittast eitthvað? Við erum búin að vera hittast aðeins. Ok, En hvernig var myndin? Er það ekki að mál? Jú. Hvernig var þenni myndin? Nei, þér. Hún fílaði hana bara. Og hvað, einhver indonesísk hasarmynd? Já. Ok. Ég bjóst ekkert við miklu, sko, en við fílaðum hana bæði, tvö, sko. Já, er þetta ekki svolítið, þetta er svona svalarinn að bjóða henni bara eitthvað á Jack and Jill eða Scary Movie eða eitthvað svona? Já, nákvæmlega. Nei, ég myndi ekki, ég meina þú getur ekki látið sjá þig á hverju sem er, sko. Hvaða drasli sem er. Nei. Heyrðu, helviti gott. Takk kærlega fyrir þetta, Atli, og gangi þér vel með deitið. Heyrðu, Atli var hress. Já, heyrðu, núna finnst mér að hringja Andra Frey. Andra Frey Viðarsson. Andri á Flandri. Ok. Rás 2 kóngurinn. Alright. Það er rosa mólum hann, sko. Halló? Andri Freyr? Já. Hæ, þetta er Björn Bragi hérna. Sæl. Sæl. Og Anna Svava, hæ. Hæ. Hvernig ertu? Herra, ég er pínu upptekinn akkurat í augnablikinu. Við erum bara með eldsnögt. Við erum að, í FM 95 Bjö. Já. Og vorum að sjá mólu þig í séð og heyrt. Hvernig mólin? Hvað var það? Hvernig mólin? Það stendur, heyrst hefur að Andri Freyr hafi skellt sér á góðan kvöldmat á Pizza Hut í Smáralindinni síðustu viku. Er þetta rétt? Nei. Nei. Er þetta ekki rétt? Nei, ég get svarað. Pizza Hut.
Smáralind, þarna, torgið þarna. Já, nei. Og ekkert komið þangað? Það myndi ég aldrei gera. En heldur þetta séð eitthvað tvífæriðinn? Eða er bara verið að ljúga? Kannski bara verið að ljúga. Sumir segja ég sé líkur Sig Hansen í Deadliest Catch. Og Gary Busey. Emmett. Heyrðu, ok, gott að vita að þú hafur ekki verið þarna. Ok, gott að fá staðfestingos líka og geta staðfest þetta fyrir fólki. Takk fyrir þetta. Alright. Bye. Yes. Heyrðu, það eitt hérna sem slær mig alveg út af laginu, sko. Ok. Þetta rosalegt. Ok, tilbúin? Já. Heyrst hefur að, ég get ekki lesið þetta, engin frægur, ég ætlum engin frægur, hafi fengið sér hádegisverð í IKEA á föstudaginn. Nei, það er ekki séns, þetta er lygi, sko. En af hverju er þetta svona móli? Er það því að það er alltaf einhverju frægir þarna, eða? Ég veit, það er ekki svo astnalegt. Nei, eða bara kannski upp á uppsetninguna. Nei, hringdi IKEA, þetta er örugglega lygi. Hringdi IKEA, ok. Kristín. Sæl, Kristín, ég heiti Anna Svavar að hringja frá útvarpsþættinum FM 95 Bjö. Já, sæl. Og við erum að lesa hérna Séð og heyrt og þar stendur að engin frægur hafi fengið sér hádegisverð í IKEA á föstudaginn. Ok. Og við vorum eitthvað að spá í hvort við mættum fá samband við einhvern í mötuneytinu eða bara fá þetta staðfest. Okkur finnst þetta svolítið skrítið. Ég menn er ekki mjög líklegt að einhver frægur hafi fengið sér kjötbollur. Mér er mjög líklegt. Hvað eru margir þarna, er ekki alveg fullt af liðið þarna á föstudagum? Jú, það kemur til okkar mikið af fólki á föstudagum og eins og aðra daga. Og frægt fólk líka? Já. Er ekkert skrítið að Séð og heyrt skuli bara fullir það svona? Ég veit það ekki. Ertu ekki búin að lesa þetta eða? Ég ætla ekki að dæma það. Þetta hlýtur að vera ákveðið reiðarslag fyrir IKEA að fá svona móla um sig. En þú vilt ekki staðfesta þetta að það hafi engin frægur komið? Ég get ekki staðfest af því mér. Þá erum við komið með botn í þetta mál. Já. Samt ekki, en takk fyrir kærlega. Takk fyrir þetta. Mál, skilst vel. Takk. Hefurðu smakkað tuttan af Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Breyttiður úr snjallsíma eiganda í snjallsíma notanda með Vodafone. Hafðu hljóð. Sem best ef þú ætlar virkilega að njóta þess. Sennheiser heyrnartól fyrir alla, alltaf. Pass, Grensásvegi. Gæsin.is er hópkaupsvefur ferðalög. Rúmgóð taska undir snirtivörur frá margt smátt. Verð aðeins 3.490, á að kosta 6.300. Gæsin.is, góða ferð. Undanúrslitin í meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport. Barcelona-Chelsea á morgun og Real Madrid Bayern München á miðvikudag. Þorsteinn Jóð og gestir á sínum stað fyrir og eftir leikina. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Tvöföld hamingja! Nú er potturinn tvöfaldur í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Nú getur þú valið á milli 3 mismunandi botna hjá Dominos. Sá klassíski sem nú hefur hvítlauks og parmesankrydd á kantinum. Sá ítalski, örþunnur og brakandi fersku botn. Og sá lauflétti með 20% belti og engum sykri. Veldu þér 5 botn í öllum stærðum hjá Dominos. Dominos 58 12345. Með snjallsíma getur þú rætt á tónlistarhæfileikana, golfhæfileikana, leikhæfileikana, skákhæfileikana, danshæfileikana og hæfileikan til að finna spennandi öll. Ræktaðu hæfileikana með Vodafone. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Þið eruð að hlusta á FM 95 Bjö. Við Anna Svava vorum að fara í gegnum Heyrst hefur dálkinn í Séð og heyrt og vorum að hringja í leikarana Atla Óskar og Andra Frey sjónvarpsmann og hringdum í IKEA til þess að komast að hvort að slúðurmólarnir í Heyrst hefur séu sannir. En nú ætlum við bara að hringja í ritstjóra Séð og heyrt og spurja hann aðeins út í allt þetta dæmi. Góðan daginn, þú ert komið sambandi birting útgáfilag. Símtal verður afgreitt fyrir röð sem þið bera frá. Vá, gælan. Þið talar inn á þetta. Já, varstu ekki að fylgna? Jú, ég var að fylgna, ég var að segja gælan. Séð og heyrt, Tómas. Hæ, Tómas, ég heiti Anna Svava. Er Lilja Katrín við? Hún er bara farin út úr húsi í augnablikinu. Getur þið tekið sílbóð? Nei, en getur þú kannski aðstofa mig? Já, hugsalega. Ég og Björn Bragi erum að hringja hérna frá útvarpsþættinum FM 95
Bjö. Sæll Tómas, Björn Bragi hér. Já, blessaður. Við vorum að lesa hérna Heyrst hefur. Ok. Og við erum búin að stendur, Heyrst hefur að ungstirni Atli Óskar hafi skellt sér í bíó og við hringdum í hann og hann fór í bíó. Það reyndist vera rétt. Svo hringdum við Andra Frey sem stendur hérna í blaðinu, hann hafi skellt sér á góðan kvöldmat og Pizza Hut í Smáralindinni síðustu viku. Það reyndist ekki vera satt. Hann neitar allavega fyrir það, sko. Hann er aldrei skemmt sér að Pizza Hut, þessu þetta? Nei, svo segir hann, en við veltum fyrir okkur hverjir eru heimildarmenn ykkar fyrir þessari pítsu. Það er nú bara jafn mismundir og þeir eru margir, sko. Já, þetta er svona hérna og þaðan bara. Og svo stendur að engin frægur hafi fengið sér hádegisverð í IKEA á föstudaginn. Við hringdum upp í IKEA og hún sagði að það koma alltaf frægir á öllum dögum. Nú þá þurfum við bara að skella heimildarmennum okkar í IKEA. Já, en sko hún vildi ekki samt hérna fullir það hafi verið einhver frægur, en hún fannst það bara líklegt. Ég kom maður í bandið að Benna Bóas, hann getur ekki svaraði betur. Já. Hérna, augnablik, ég skal bara setja hann í síman, hann er alltaf hress. Ok. Augnablik. Halló? Hæ. Hæ. Benedikt Bóas. Já. Blessaður, Björn Bragi og Anna Svafa hérna úr útvarpsþættinum FM 95 Bjö. Nei, góðan dag. Ertu í alvöru svona hress eða ertu bara að taka á okkur með þessum hressleika núna? Nei, ég er fárlega hress. Okay. Man þarf að vera hress til að gera lífið skemmtilegra, sko. Það er laukrétt hjá þér. Heyrðu, við erum að lesa hérna Séð og heyrt. Já. Dálkinn Heyrst hefur að. Já. Og það dálkur í sögunni. Ég veit það, heimssögunni. En er þetta allt satt? Já. Ok, það stendur hérna. Andri Freyr hafi skellt sér á góðan kvöldmat á Pizza Hut í Smáralindinni síðustu viku. Við hringdum í hann. Not true. Kannast ekki við þetta? Nei. Ok. Er hann að bara ljúga, eða? Þá hefur bara, sko, að því þetta byggist alltaf, sko, að því að það er svo mikil misskilningur að blaðamenn eru frægir. Já. Þeir halda allir að, allir viti hverju þeir eru og eitthvað þannig. Já. En það er náttúrulega ekki þannig, sko. Það veit enginn hver er blaðamaður. Sumir. Það veit allir hver sjónvarpsmenn eru. Þeir geta ekki haldið út dálkinum Heyrst hefur, þannig að þetta er allt, sko, það sem maður sér bara í Smáralind. Já, þeir eru svona að fara huldu höfði og já, þú veist, maður er bara í Smáralind með familíunni og svo tekum maður, sko, Heyrst-vaktin er alltaf á vakt. Já. Ég veit, var þetta vel orðað? Já, þetta var nokkuð vel orðað. Já, býttu, Heyrst-vaktin, það er svona vakt sem sefur aldrei. Þú varst samt ekki að svara spurningunni. Já, hvað að? Ég meina, hann segist ekki að hafa farið í Smáralind. Já, þá hefur bara einhver sem að, þú veist, þá hefur hann bara haldið þetta væri hann. Já, ok. Kannski var þetta Gary Busey leikari, þeir eru svolítið líkir. Já, nákvæmlega. Herðu við, hérna... Það gæti verið, en það er sko, þú veist, eins og núna, þá fór ég sko á skíði í Bláfjöll. Já. Og þá er maður með Heyrst-radarinn alveg á fullu. Já. Var einhver frægur á skíðum? Ásgeir Kolbeins mætir þar. Að sjálfsögðu, Kolfaðurinn. Kóngurinn sjálfur. Og P. Samuelsson. P. Samuelsson. Ég var reyndar eftir að komast að hvað hann heitir, en gaurinn sem átti Toyota. Já. Þeir voru í Bláfjöll, þá kemur bara Heyrst hefur að þeir hafi skellt sér í Bláfjöll. Hefur ekki segja allt, ég er svo spennt fyrir næsta tölublaði. Já, ég lesa meira, ég er með þetta opið nefnilega. Þá kaupir engin blaðið? Jú, kaupa allir þetta blað. Ok. Það er enda svolítið dýrt, ég var að uppgöta það. Hvað kostar þetta? Það kostar einhver 900 kall. 895, ekki íkja. Ekki íkja. Kóttu bara... Já, býtu, hérna, þú komst nú ég Heyrst hefur, Anna, þegar við mættum við þér í Smáralindinu daginn. Anna? Nei. Þá mættum við, til dæmis eins og það, þá fórum við lunch í Smáralind, mættum Önnusvöðu. Ég man ekki eftir því. Nei, enda þekkir ekkert blaðamenn. Og hvað var ég að gera? Þú veist, ég labbaði bara framhjá þér. Og skrifaði annars að vera í Smáralindinu. Já, var þetta með einhverjum varun aftur. Þetta er svona... Einhver kvikmyndagaur. Svona njósnastarfsemi svolítið. Já, þetta er rosalega skemmtilegt. Já, þetta er gott. Ofsalega skemmtilegt. Eins og til dæmis að versta sem til er, Björn Bragi, því að þú varst nú á forsíðunum daginn að vera á lausu. Já. Að þegar þú fer á date og svona og segir við gæluna, sko, hei, við ekki að hittast hérna bara á Geysi Bistro. Já. Þá er akkurat einn frá Séð og heyrt að borða á þeim stað. Það er ekki gott. Ég er nefnilega lent í því daginn. Já. Þá kom einn stórkostlega frægur maður. Já. Bauð dömu á date. Já. Hann fekk borðhliðin á mér. Og hvað? Hver er maðurinn? Það er bara Heyrst hefur, sko. Kemur næst. Já, segðu okkur. Já, ég segja. Já, við erum... Það var Atli Albert. Nei. Með hvað stelpu var hann? Það stendur sko, leikara stuðboltinn Atli Alberts hafi setið með óþekktri brúnettu á Geysi Bistro. Ég veist ekkert hver þetta var, sko. Nei, þetta er bara einhver nobody.
Nice. Nei, það er náttúrulega ekki nobody ef hún með Atla, skilur. Já, þá hún orðin somebody. Mikil meistari. Já. Mikil vinur Síðu Heyrt. Ég ætla að hringja Atla á eftir og spurja hann og segja honum frá þessum fréttum. Já. Það er nefnilega ekki, menn verða að passa sig á krúinu, sko. Já, FM 95 Bjö og Síðu Heyrt eru komin í samstarf núna. Er það ekki? Jú, ég held það. Heyrt hefur samstarf? Já. Já, ég ekki eitthvað gott, mér vantar 2 í viðbútt. Ég skal senda á þig á eftir. Já. Við þurfum að fara að hendi í lag Heyrt hefur annars svo að sé að leysa af á X-inu og á FM. Nei, það er ekki möguleik. Nei. Og ég held að Máni myndur ekki taka þátt. Það er lélegu móli hana. Já, það er líka bara, það er bull. Herri, ég er bara að reyna að segja eitthvað. Herri, og slúttu þessu, ég er hún svo svöng. Segja eitthvað. Hérna, Anna, manstu ekki þegar þú varst í hérna Ædolinu og fórst í Kastljósviðtalið, þá voru við miklu vinir. Ædolinu? Nei, hvað var það? X-Factor. Hvað ert að bulla? Nei, þú varst að leika einhvern karakter. Mér finnst mjög gott að þú haldur utan um þetta. Já, ég held að maður mann þetta allt, sko. Já, þetta er mjög gott. Var ég að leika hvaða karakter? Þú varst í einhverjum karakter. Þá tók ég eitthvað viðtalið og þú lögst nafn og eitthvað. Já, ég man, ég fór í Ædolið. Íris Ösp. Já, nákvæmlega. Já, ég söng lag. Já, það var ekki. Já, heyrðu. Ég uppgötaði þig. Já. Það er nú jamanlegt. Herðu, rock'n'roll, ég verð að halda áfram. Helviti gott, takk fyrir það. Ok, bye. Herðu, já, Benni hjá Síðu Heyrt var heldur betur þess. Vá, hann ætti að vera með þátt, miklu hressari við. Hann líka er miklu betur enn í slúðurinn heldur en við. Já, reyndar. En þetta er ekki slúður þáttur, þetta var bara svona smábrot. Við vorum bara að taka púlsinn á þessu. Já, ég meina, góður púls. Já. Mjög góður. Og góður rannsóknarblaðamennska. Já, mér finnst við að fara meira í svona. Já. En nú er ég ógeðslega svöng. Já, ég ætla að hendi í lag og þú getur sótt þér eitthvað í þetta. Já. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklunum. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. Hraðir peningar. Hraðpeningar.is. Fylgstu með úrslitakeppninni í N1 deildinni á Vísi. Umfjöllun og viðtöl við leikmenn og þjálfara liðana strax eftir leik. Fylgstu með í íþróttum og í sjónvarpinu á Vísi. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. What that means? No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hot, motherfuckers wanna find me. Já, þetta er heldur betur gott lag hérna í FM 95 Bjö. Í sumarskapi. Já, við erum í sumarskapi. Þetta voru Jay-Z og Kanye West, þeir félagar. En hér sitjum við félagar Björn Bragi og Anna Svava. Já. Í fjarveru Auðuns. Já, það er gott að sitja hérna. Er það ekki? Jú. Já. Herru, við erum búin að taka Síðu Heyrt heldur betur fyrir. Já, þetta var skemmtilegt. Já, þetta var rannsóknarblaðamennska. Mér finnst núna að þetta verður fastur liður. Á hverjum degi? Nei, bara 50 dögum. Þegar blaðið kemur út. Já. Þú verður að gera þetta aftur á 5. Ok. Hverjum með er á 5? Hjá BK. Ok. Já. Herðu, hérna, mér langaði svolítið aðeins að breyta út af vananum. Við erum vanað að vera með svona netmisnotkun hérna á mánudögum. Það sem við tökum Facebook hjá einhverjum og svona greinum það. Já. Tökum einhverja statusa og svona. En mér langaði bara að fara í gegnum Facebookið þitt aðeins, sko. Já. Þú ert rosalega virk á Facebook. Já, það? Er það ekki? Þú ert alltaf á chatinu og eitthvað svona. Ok, já, þú sagðir það. Herru, ok, sko ég er hérna spún að punta hjá mér, sko. Þú átt hérna 1192 vini. Já. Þekkir allt þetta liðið það? Já. Allt? Ég hef ekki 3.017.000 eins og þú. Samþykki bara vini sem ég þekki. Hver er Birgitta Bjarnadóttir? Birgitta Bjarnadóttir er systir gælunar sem leik í Svartar leik. Þarna Maríu. Ok. Og hún var að vinna með mér í Pressmenu 8 þegar ég var ung. Ok. Hver er Birna Margrét Olgeirsdóttir? Vinkona Láru. Þetta er ekkert vinir þínir, þetta er allt einhverjir kunningar í gegnum þriðja aðila? Nei, ég vann með Birgitu lengi og hinn þarna, Birna, hún er oft verið með henni í partíi með Láru. Hver er Diego Núnes?
það er bróðir mannsystur minnar. Nei. Víst? Ég get svarað það, hún á tvíburabræður. Nei, þetta er potið einhverju Nei, hún er gift manni frá Mexiko og ég Já, hitt þetta er gæði sem er fundið þig svona eitthvað ljósar sæt á Facebook eitthvað Þú ætlaði geðvitt að grilla mig og koma í stikkpröfu, ég þekki alla þarna og ég er ekki svona undirbúin undir þetta, samt hvernig svaraði þessu. Já, þetta var nokkuð gott. Herru, ég sko, er ekki hægt að taka því status eða hvað? Ertu með eitthvað svona private stillingar í gangi? Nei, það er alltaf verið að taka mig í status. Ok, ég allavega gæti ekki á hann, kannski er ég bara eitthvað óhæfur. En herru, svo ertu með prófílmynd af einhverju annari manneskju en þér. Þetta er ég. Hvenær? Ekki á þessar öld. Þetta er fyrir 3 árum, eða 2, og það er eins og þetta sé að fermingardaginn minn. Já. En þetta er samt bara 2 ár síðan, og þetta er ég og Jósa, vinkonum mín. Já. Þegar við vorum að leika í leikfélagi Akureyrar. Já. Og ég veit ekki af hverju svona unglegar, ég hef greinlega bara, þessi síðustu 2 ár, hann var mjög illa með mig. Þú lifa hratt síðustu 2 ár. En hvað, ertu bökkar það? Nei, ég var lituð sko mjög oft þetta ár, ég var að vinna heilt ár leikfélaginu og ég var með bláastrípur og aflitað og brúnt og... Vandræðáling? Já, alls konar, já, til dæmis. Ok. Hvað, sástu þessu leiksýningu? Nei. Vandræðálingin? Nei, ok. Nei, ég fer ekki í leikhús sko. Nei, það er rétt. Þú lest heldur ekki bækur? Ger ekkert. Jú, ég les fullt af bókum. Já. Herru, hvað ertu með mörg pók á Facebook? Sirkað. Það er búin að fyrir ekki... Sko... Sirkað bara, þetta er ræðspurning. Hvar fær ég inn í þetta? Fær ég home? Já, ég er ekki búin að... I'm coming home. Það stendur bara 20 plus. Það stendur bara eitthvað 20 plus, þetta er bara eitthvað svo mikið, ég get ekki talið þetta. Jú, viltu telja þetta? Nei, ég bara, þú veist, vil vita, ég er lið að póka þig bara þetta er svona 50 manns eða eitthvað. Róleg? Hvað er þú mörg bók? Við erum hérna ekki til þess að ræða mig, nú er ég Já, ok, ræðaspurning, hvað er með næstu? Já, hefur þú einhvern að bóka einhvern? Já. Í alvöru? Já. Og hvað varst að pæla svona þegar þú varst að bóka hann? Bara, þú fyndið? Var það ekkert svona, hei? Nei, ég er ekki þórað því. Varst það bara að djóka eitthvað? Já. Ok, en ert þú á Twitter? Nei. Akkur ekki? Kann ekki að og ég hef ekki pælt í því. Mest Facebook alveg nóg erfitt. Jú, ég er sammála, sko. Ég var að stofna einhvern Twitter-reikning, sko. Auðvitað talar ekki manna en Twitter, sko, og þessi gæðir hérna, en ég skil ekkert í Twitter, sko. Nei, er ekki nóg að vera Facebook? Mér finnst það allavega í bili, sko. Hversu reglulega skiptir prófílmynd? Kannski einu svona 2 mánaða fresti eða eitthvað. Ok, ég sá nefnilega að þú varst með cirka 35 prófílmyndir. Nei. Jú. Já, þá hefur 35 sinnum skipt prófílmynd síðan ég fekk Facebook. Þetta er cirka mánaðafresti. Mánaðafresti? Þá er þetta svona hálfsársfresti. Hvað ertu múin að vera með Facebook bara í 20 ár? 2 ár eða eitthvað, það eru 12 mánuðar ári. Já, og sko það eru hálfsársfresti? Já, ok. Ok, er 35 deilt með 4? Ok, ég voru málabröð. Ok, mánaðafresti þá. Ok, gerur mikið á statusum? Nei, ég hætti. Nei, það er status hérna bara mjög nýlega. Nú? Já, það var alltaf mynd og þú settir myndar eitthvað. Elska vinnuna mína. Já, það er allt annað. Ég þóra að gera svoleiðis, en ég get ekki sett status út af því að ég vil ekki segja ástæðina. Ok, hvað ertu að fá cirka mörg like svona meðaltali? Fjössi, þú veist, finn þú út úr því? Hvað fekk ég mörg like hérna? Já, ég setti myndin síðast, núna á laugardaginn, og ég fekk hérna 45 like. Hvað varst að hugsa þér að setja þessa myndin? Nú, þessu, maður getur fengið nokkuð like á þessu. Nei, ég hugsa ekki eins og þú. Ég? Já, ég er ekki að telja likeir mín. Ég hugsaði bara gaman, eitthvað, setja mynd, gera eitthvað skemmtilegt. Það var ekki dýpra en það, sko. Gaman að gera lífið skemmtilegra, eins og séu það heilt. Já. Ertu með mikið af friend requestum sem þú ert ekki búin að samþykja? Já. Akkur samþykir þetta fólk ekki? Við þekkja ekki. En kannski er þetta upp af einhverju fallegu? Já, ég vil ekki að... Til dæmis, ég vil ekki hafa börn. Ertu betur en þetta fólk? Nei, okkur, þú veist, ég... Þessari viltu ekki eiga börn? Nei, það eru mikið að þessu eru börn, til dæmis. Og mér finnst það ekki viðeigandi. Ég er ofta að skrifa eitthvað sem ég vil ekki að börn sjái. Og svo vil ég ekki... Ef ég ætla að skrifa bara eitthvað svona, já, heyrðu, ég var í matja með mig gær, þá hún fyndið eitthvað, fiskurinn var ekki soðið, eða eitthvað. Ég vil ekki allir vita það. Nei, ég skil ekki. Meina, þú veist, ég er ekki... Fiskurinn var ekki soðið? Æ, eitthvað bara. Hefur það komið fyrir? Nei. Ég er ekki, hóra, eins og þú. Ég ætla að setja lag áður og getur svarað fyrir þig. Já. En hvernig varst þér þessi netmisn? Já, mér finnst frekar slöpp, en fínt framlag. Já, takk fyrir það. Já, þetta var lagið Stereo Hearts með Gym Class Heroes og Adam Levine. Gaman að segja frá því, ég hef hitt Adam Levine og hann var algjör skítæll. Nú, hvað heitir hann? London, tók viðtalið hann. Akkur skítæll? Nei, hann var bara svona ógeðslega svalur eitthvað og nefndi einhver... Eins og þú? Nei, ég er sko, ég vil tala af alla og vera alltaf skemmtilegur. Já, það er svona marga vini. Já. Sem raun og verið þekkjað ekki neitt.
Þið er alltaf yfirborðinni og hengi alvöruðinni. En eins og við sögðum ykkur frá því hér í upphafi þáttarins, þá ætluðum við að fá góða gesti og þeir eru komnir í hús. Þetta eru hraðfréttadrengirnir Benedikt og Fannar, velkomnir strákar. Takk fyrir það. Takk fyrir. Ekki tala hratt. Okkur. Nei. Gaman að sjá okkur svona hress. Kott. Er það ekki? Jú. Hvernig líður ykkur? Bara mjög vel. Nú eru hraðfréttir búnar. Já, að eilífu. Er það? Rólegur Fannar. Já, veist, já. Ég veit að fólk er mikið að velta þessu fyrir sér af því að þetta naut nú mikil vinsælda. Og hvað svona, síðastu þáttur kom út á, fimmtudaginn síðast eða föstudaginn? Fimmtudagskvöldið. Já, og hvað er að gerast? Hvað er framtíð ykkar? Ef ég tala um sjálfan mig, þá er framtíð mín óráðin að mestu, en Benni er að mennta sig í stjórnmálafræði og fjölmiðlafræði og... Planið var að gera bara 10 þætti. Já. Og svo þurfti ég bara fyrir próf. Já, hvað er það að læra? Stjórnmála og fjölmiðlafræði. Bjössi, hann var að segja það. Já, málið er, ég skal segja ykkur akkur ég var ekki fylgst með. Ég er aðeins að laga takkana þetta. Ef þið heyri svona takt undir, nú þarf ég að setja svona undir, sko. En nú er ég búinn að setja taktir undir, þannig að nú fylgst með hversu stjórnmál og fjölmiðlafræði. Jú, mikið rétt. En byrju, hvað ert þú að gera þá? Ég var í háskólanum en hætti. Bugaður? Já, ég var að buga, veist. Af hverju hættir þið? Ég bara gat ekki gert bæði og ákvað að velja og hafna og... Velja millir hraðfrétta á háskóla? Já, vinnunar á skólans og ákvað að velja vinnuna í þetta skipti. Samt gat hann það, Benedikt? Já, ég vinn líka svo miklu meir en Benni. Ok, þú gerir allt. Ég gerir allt. Hvað ætlar að gera sumar þá? Í sumar? Vinna. Hvar? Á Mókanum. Ok, en sko, við þurfum aðeins að krifja þetta mál. Mér langar, það er náttúrulega búið að þeir eru, þetta naut mikill að vinsælda, síðustu 10 vikur. Hvað svona, þú veist, hvernig byrjaði þetta? Þú varst að vinna við að gera myndbönd og efni á Mókanum, Fannar. Hvernig kviknaði þessi hugmynd og hvernig hrindur þessi framkvæmt? Já, þetta er búið að hlustum okkur mjög lengi og... Já, annars var að segja ykkur frá þessu. Nei, þetta var hugmynd sem við fengum fyrir svona cirka kannski, það er svolítið síðan sko, 2 ár jafnvel, 1,5 ár síðan. Já. Fengum þessa hugmynd og vorum alltaf svona gæla við þetta og fyrsta hugmyndin var að gera bara mjög hraðan fréttaþátt, það sem bara hver og einn fekk bara af alla að tala sko. Já. En svo þróaðist hugmyndin út í þennan húmor sem er það ekki nákvæmlega sem að... Jú, það er líka, en húmorinn er náttúrulega líka, við tökum fréttina aðeins öðruvis en aðri fjölmiðlar að gera og þá þetta sé hratt, enga síður. Já, hugmyndin var fyrst bara alltaf vera að kvötta fólk, bara annars var hvað sér gott. Takk fyrir það annars var. Þetta var bælingin. Já, þetta er alveg svona þessu formi ennþá en þetta er búið að breytast aðeins. Já. Ég myndi svo vilja sjá okkur stjórna svona útvarpsþætti sko, því að það er svo allt annað en við erum að gera. Við viljum hafa ykkur inn í svona klukkutíma svo við þurfum ekki að gera hann meira. En þarna, akkur segir að þið ætla ekki að gera aftur? Ertu bara svona þreyttur eftir þessu törn? Já, við ætlum bara aðeins að salta þetta og sjá til sko. Já. En er ekki ákall frá samfélaginu að gera meira? Jú, það er mikið ákall, en já. Nei, menn þú varst líka að segja að þú tókst vinnuna fram fyrir skólan, samt var þetta mikið fyrir þig. Já. Þetta er auðmingi. Nei, hvað mennur ég skildi? Ekki þess að dómhörn. Nei, ok. Við erum góð. Já. En hérna... Ég sakna þáttana. Já, takk fyrir það. Já, þetta er nú bara það skemmtilegasta sem að ég hef séð á MBL núna í dágóðan tíma. Hérna, og þeir hljóta að vera upp á Mokka æstir, þið gerir meira eða eitthvað? Já, ég vona það. Okkar vegna þessi æstir. Þú verður búið bara á. Það er mjög leðilegt, það verður ekki. Já. Bara please hætti. Þið eru bæði búin að vera þættir með okkur. Já, mér fannst mjög gaman að koma þáttir okkar. Það var svo gaman að fá heimsókn þegar sátt í sófanum mínum og... Hvað gerir þú hana þegar þú varst í þeim? Að tala Gjörsamlega alla. Mér langaði svo að baka fyrir okkur, manni. Nú Benni fann að tala um lagið. Já, ágætt svona ný vika, engin verkefni í gangi. Já, nákvæmlega. En nú vorum við að sko sé heyrt. Já, ég var að spája koma inn á það eftir. Klára þessu umræðina með þáttinn. Bara mér langar að spyrja eldsnögt. Hérna, sko, hvernig, lentu aldrei í því að fólk var bara, nei, mér finnst þetta ekkert fyndið og ég vil ekki taka þátt í þessu? Við höfum lendið kannski, jú, tvísvar hefur hitt einhvern sem vill ekki vera með. En það er eiginlega ekki út að það finnst ekki fyndið, sko. Það er fólk bara sem vill ekki vera í pólitískum ástæðum. Bara í fjölmiðlum yfir höfuð, sko. Já, nákvæmlega. Það segir það alltaf nei áður en við hittum þig, sko. Já, algjörlega. Akkurat. Herðu, hérna, þú ert með mjög skemmtilega síðu heitt grein sem við ætlum að fara í hérna á eftir, en tökum fyrst eitt lag áður en við höldum áfram með hraðfrétta, pilta, Fannar og Benna.
and the night, það held ég nú. Þeir eru að hlusta á FM 95 Bjö með Birni Braga. Hjá mér Anna Svava gestastjórnandi og hjá okkur eru Fannar og Benni úr hraðfréttum. Og við erum búin að fara svolítið mikið yfir það séð og heyrt í dag, Anna. Mér finnst það bara allt í lagi. Við höfum bara allan þáttinn, helgum hann bara séð og heyrt. Mér finnst það bara allt í lagi. Fyrir ekki það. En það er greinum þá í séð og heyrt sem þú ætlaðir að taka fyrir. Ekki svona móðguð. Ert þú ennþá heitast í Pippsveitin eða? Nei, það var bara fyrir 2 vikum. Og hvað, ertu... ég ætla að grilla þig eitthvað. Við erum með gesti sem við ætlum að tala við. Hæ. Já, heyrðu ég með séð og heyrt. Já, og hvað er í séð og heyrt hraðfréttastrákana? Þeir eru byrjað að búa saman. Ok, er þetta rétt, strákar? Já, ég vil kalla þetta leigja saman. Fannar? Þetta er svolítið... Já, þetta er satt. Já, þið væntanlega búin að sjá þessa grein. Það er mættir einhverja myndatöku og pósa alveg því líkt hérna. Já. Ég finn þetta ekki séð og heyrt. Sirrir í einhvern veginn. Nei, sko, þetta eru 2 grein... Já, byrjum með þessu. Þau eru bara að búa saman. Og þú í íbúðinni þinni? Já, ég var að segja frá því eða? Já. Þetta var semst þannig að ég og Skúli Jón, vinnur okkar. Friðgeirsson, knattspyrnumaður. Við byrjum að leigja saman í Vesturbænum. Hvar? Bárugrandarum. Og svo var hann keyptur til Svíþjóðar í fótbolta. Já. Og þá kemur Benni inn. Hvar bjóst þú áður, Benni? Á Vesturgötu. Hjá mömmuðinni? Nei, ég þurfti bara að leita mér að hann íbúð. Og er þetta dýrlega? Er þetta stór íbúð? Já, þetta er mjög stór íbúð. Hversu stór er hún? Mjög stór og ógeðslega dýrlega. Ég veit ekki, Fannar, hvað er hún stór? Hún er svona 100, held ég. En þetta er þekkt íbúð, er það ekki? Jú. Segið okkur eins frá því. Það var Ásgeir Kolbeinsson sem gerði hana upp á sinni tíma og bjó í henni. Og gerði þetta fræga viðtal, það sem hann að segja allt hafi verið viðbjóðslegt. Já. Þetta er svo íbúð. En það er ekki viðbjóðslegt að vera þarna núna? Nei, hann er búinn að taka hana plastvegginn sem var yfir öllu. Já. Þetta er ekki eins viðbjóðslegt. Það er hægt að míga í klósetti núna en það var ekki hægt áður, það var viðbjóðslegt. Já, það var allt viðbjóðslegt bara. Já, ég hvet fólk til þess að þetta er hægt að sjá þess að þetta er úr innlit útlit með Arnari Gaut og Ásgeiri Kolbeins, það er hægt að sjá þetta á YouTube, þannig að endilega tjekkja þetta er mjög skemmtilegt. Hvor ykkar er í stærra herbygginu? Ég. Og þegar þú varst þarna undan? Já. En borgar samt meira leigu? Nei. Sweet! Ég ætla alltaf að segja sweet. Er það svona þinn catchphrase núna? Já, núna í dag. En eru þið byrjaðar að búa saman? Já. Hvað eru búin að búa lengi saman? 2 vikur, 3 vikur. 2 vikur, já. Hvernig gengur sambúðin? Hún gengur mjög vel. Ok, hvað er svona, engin ágreiningur eða? Já, kemur og fer en svona allt í allt bara gott sko. Hvað rifistu síðastum? Uppvask. Nei, hávaða í honum sko. Já, ég kem alltaf inn á skónum og það heyrir svo hátt í mér. Hann er í svona hæla þykkum skóm og hann gengur alltaf yfir parkettið með tilhægandi látum og vekum mig. Já, okkur fer ekki bara úr skónum? Skúli svaf svo fast og Benni sefur svo laust að ég var svo vanið að geta labbað á þessum hælaskóm en ég geta ekki lengur. Maður að venjast þessu. Annars erum við rosa bara góðir. En ætlið þið til útlanda í sumar? Já. Hvert? Mallorca og Svíþjóð. Mallorca? Já, við erum að skipuleika reisu vinninir út til útlanda. Stóra vinarreisu. En svo er önnur grein í séð og heyrt. Hvað hérna, Anna? Viltu ekki taka hana? Ég er ennþá jafna mig. Það sem er verið að fjalla um... Það verið að fjalla um besta, heitasti þulu fréttalesarin, eða eitthvað sliðis. Já, kynþokkafylsti fréttagaurinn. Já. Var þetta ekki bara besti? Ég held ég bara besti, sko. Nú, þá er þetta ekkert merkilegt. Heldur að Bogi þessi heitar henn? Séð og heyrt ákvað að fá valita álskaplandar til að kjósa besta fréttaþjóð landsins. Já, þar er þarna Léttur, Logi Bergmann í fyrsta sæti og í 7. til 9. Þannig að þú veist ekki hvort þú sért í 7., 8. eða 9. sæti. Nei. Nei, þú ert örugglega 8. Það feskur, sætur og ungur, nýja kynslóðin. Það ert þú. Þetta stendur um Benna? Já. Af hverju Fannar ekki þarna? Ég er ekki fréttað þulur. Einfalt svar. Ok. Ég var að vona að þetta myndi koma eitthvað svona ágreiningur eitthvað svona núna. Ég er ekki fréttað þulur, ok. Og eðilega þetta strax. Já, sorry, ég er bara svo snöggur að svara. En hvernig er fræðin að fara með eitthvað strákar? Alveg fáránlega vel. Er það? Þú ert alltaf á djamminu núna, Fannar? Alltaf, já. Þetta er B5 svolítið? Já, maður verður að mæta einhver svolítið. Fannar er alveg til lokunar og kemur svo vekum mig á skónum. Það er eftir hægt í skólanum og djamma ég svo mikið það bara. Alltaf á djamminu á hælunum. Kemur svo brokkandi inn á parkettið. Já, og veg Benna. Já. En ert þú svona ábyrgur og bara leiðilegur? Það má ekki labba á skónum og þá tekur þú kast? Alls ekki, sko. Hann er í prófum líka. Ég er í prófum og, þú veist, á flugþjónanámskeið eða einhverju vesinni, sko, þannig að ég þarf að sofa eitthvað. Ok. Er þetta tapar kannski?
Allt óþægilegt. Já, eða bara farðu bara úr skónum fannar. Hann að borga jafn mikið og minna herbyggi. Þú veist, maður orðin 20 og eitthvað og það mjög erfitt að venja sig af þessu. Ég gerði þetta líka þegar ég bjó heima, sko. En ekki skítut heima þér, þú veist alltaf skónum minni? Jú, en ég var skúra mjög oft. Hann kom samt síðast, sko, hvað á föstudaginn eitthvað, laugardaginn. Þá kom hann inn klukkan 2 nóttina, snemma, með Nilla. Með Nilla? Og Nilli svolítið með svona skæra rödd, sko. Þannig að það var svolítið háað í honum, sérstaklega. Hvað varst að gera með hann klukkan 2 nótt? Hann er 14 ára. Já, við vorum að stekja gamlan vinnufélaga, já. Og kíktum til mín, hún langaði að sjá íbúðina og ég ætlaði að kynna hana fyrir Benni, en það var Benni bara sofnaður. Ég hef búin að hitta hann aður, sko. Já. Skrítið að Nilli hafi ekki verið með þér. Hvað varst þú að gera frekar Björn Bragi á föstudaginn? Ég var nú bara að undirbúa skemmtun sem að ég og þú vorum að sjá hana kvöldi eftir. Já, rétt. Þú varst ekkert mikið að hjálpa mér. Nei, ég veit fyrir ekki það. Allt í lagi. Skam. Já. Herðu, það var frábært að fá okkur, strákar. Takk fyrir. Og þið vitið ekkert hvað þið ætlaði að gera framtíðinni, en þið vitið að þið ætlaði að gera eitthvað skemmtilegt í sumar. Já. Má ég koma óskalag? Já. Ertu tilbúin að spila það? Já. Ok, þetta er lagið Reykjavík, held ég að heiti. Með hljómsveitinni Sigur og er uppáhaldslagið mitt. Ég vissi að þú ætlar að tala fá þetta lag. Fá við ekki óskalag því við erum gestir. Já, það er mjög skrítið. Þið með segja hvað óskalagið er næst og við spilum það eftir uppáhaldslagin mín. Hvað viljið þið? Það má samt ekki. Við viljum náttúrulega Frikka, sko. Frikka Dór, sem er vinnur ykkar. Nýja lagið með Frikka. Ég ætlaði að reynda að segja eitthvað allt annað, en Nei. Ok, við skulum spila það. En fyrst ætlum við að fá uppáhaldslaginar önnur svo í dag. Takk fyrir. Takk. Þú verður að hækka? Ítalskur bátur í speltbrauði á Hlölla. Hlöllabátar ávallt ferskir. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja rétt þinn. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. We are at war. Marvel og Arion banki kynna. The Avengers, Iron Man, Thor, Captain America og Hulk eru mættir í stærstu ofurhetjumynd allra tíma. Mynd sem þú mátt ekki missa. And there's me. The Avengers, frumsýnd 27. apríl í Þrívídd. Það er alltaf eitthvað nýtt og gott á Dominos. Nú getur þú valið 3 mismunandi botna, þú getur fengið klettasalat á pizzuna þína, þú getur skipt út pizzasósunni fyrir Sizzler-sósu eða barbecue-sósu. Þeir bjóðast 5 mismunandi ostategundir og fyrir að kostnaðarlausu getur þú fengið ferskan hvítlauk, svartan pípar, chili-pípar eða oregano á þína uppáhaldspizzu. Dominos 58-1-2-3-4-5. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Við kveikjum nýjan eld, þetta er Friðrik Dór. Þið eru að hlusta á FM 95 Bjö. Þetta er Björn Bragi sem er að stjórna þættinum í fjarveru Auðuns Blöndal og hjá mér er Anna Svava. Hvernig líður þér núna? Líður ótrúlega vel, sérstaklega þú gleymir alltaf að lækka eftir að við erum búin að tala. Nei, ég er bara aðeins svo seinna því, þannig að fólk færi eitthvað svona, ég ætla að stökka að pissa. Eitthvað svona. Já, þú er að hækja tónlistin, þetta er gott lag. Já, eitthvað svona, þetta er frábært lag, þetta er ekki eitthvað lag. Herðu, við erum með fullt af efni hérna sko, við erum rétt að byrja. Nú, hvað erum við að gera næst? Næst er komið að lífinu í barnalandi, sem er fastur liður hjá okkur á mánudöfum. Okay. Það er rosalega fínt að við séum að gera þetta sko, en ekki ég og Eddi, því að það náttúrulega er skandall að 2 karlmenn sé saman í lið. Hvern útskýrur þetta fyrir mér? Þá erum við semst að taka fyrir barnaland.is eða er bland.is eða er.is eins og það heitir. En semst bara það sem er að gerast, að því að það er svo virkur spjallþráðurinnar, fólk er að tala bara allt milli heims og jarðar. Erum við að taka púlsinn á fólkinu? Já, eiginlega. Eða svona, þú veist, því áhyggjuefnum þeirra og svona vangaveltum í lífinu. Það er svona, þú veist, já, það má eiginlega segja það. Ok. Hefur aldrei skoðað bland.is? Sjaldan. Já, ok. Nei, þetta er svona allt milli heims og jarðar. Og sumt er alveg sturlað, sumt er bara mjög áhugavert og eitthvað svona. Þú veist, og ég er bara með nokkuð topic sem ég ætla svona að koma með og ég vil fá þitt álit. Þú ert svona orðin smá Dr. Phil núna í þessu innslagi okkar. Ok. Ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Við byrjum... Má ég frekar vera ópera? Já, þú máttu vera ópera. Fyrstu 2 spurningarnar tengjast tísku. Eru leðurbuxur að koma í tísku aftur, spyr Manda Rína.
og hún segir: mér finnst ég að sjá þessar buxur allt og það að koma sumar. Ég ekki að fatta þetta. Þrefaldur broskall. Ok, já. Hvað segir þú? Já, leðurbuxur eru alltaf flottar. Það ekki? Jú. Já. Það skiptir ekki máli sumar eða vetur. Já, gott leður. Gott leður klikkar ekki. Gott leður gulli betra. Þarf aldrei að þvo þetta? Új. Sjálf. Maður en gallabuxur, ekki? Það er svona eitthvað rock outfit, sko. Já, erum við ekki að tala um svona svarta leðurbuxur? Jú. Nei, erum við að tala um hvítar leðurbuxur. Eða brúnar. Já, nei, jú, það er flott. En hvernig finnst þið svona þröngar leðurbuxur á, þú veist, konum? Já, sko, það fer eftir hvað sér leðurbuxur eða svona gerfi leður. Hversu þröngar þar eru? Já, nei, þú veist, einu sinni var þetta sko... Pleður? Já. Plastikleður? Já, mér finnst það ekki flott. Nei. Það er svolítið búið, sko. Svolítið sexy? Já, en það er samt svolítið búið. Ok. Sérstaklega það er allir í svörtu. Já. Finnst flottar eða rauðar eða gular eða... Já, ég skilji. Ég er mjög mikið í litum, sko. Já, þannig að þú segir já við leðurbuxum, kannski við pleðurbuxum. Já, ég segi nei við pleðurbuxum, já við leðurbuxum. Ok, þar hafið þið það. Næsta spurning, finnst þér flott að vera með stórt tattoo á líkamannum? Og þetta er Avery sem spyr og það er könnun hjá henni og í stuttumáli eru svörin þannig að það eru 48 sem segir já en 101 sem segir nei. Þannig að það er alveg meir en helmingi fleiri sem að finnst það ekki flott að vera með stórt tattoo. Og hvað segir þú, Anna Svava? Ég er ósammála, mér finnst það flott. Stórt tattoo? Já. Ok, eitthvað svona, svona mér finnst það bara ógeðslega flott, sömur eru með svona bara alla hendina. Já, svona slíf. Já, mér finnst þetta, ég hef oft hugsað þetta hvort að ég fá mér svona. Já, slíf. Já, en það bara mun ekki klæða mig. Nei, ertu ekki með neitt tattoo? Jú. Hvað er það? Það er vel falið undir hárunu á bakinu. Ok, kínatá. Það er bara eitthvað hræðilegt. Hvað stendur? Ég veit ekki hvað það þýðir, bara eitthvað dót. Ok. Þú veist, bara, mér þykir samt vænt það út því að þetta var ákveðið tímabil í lífi mínu. Ég bjóð til Danmörku og... Hvað varstu gömul? Ég var 20. Ok. Og hérna var eitthvað að labba á Ístigaði. Ístigaði og fékk með tattoo. Já, er það ekki Mellugatan? Jú. Já. En þú veist, ég reynir samt alltaf að velja með föt sem það sést ekki tattooið. Já, sérðu eftir tattoo núna? Já, í mörg ár gerði það, núna er ég bara, ég fekk mér þetta og ég get ekkert breytt því. En af hverju ættir þú þá ekki sjá eftir slífinu seinna? Já, þess vegna þori ég ekki að fá mér það. Já. En ég ber virðingu fyrir þeim sem gerð og mér finnst þetta flott, eins og vorum að tala um aðan á Bubbi og laxinn. Já, Bubbi var að fá sér lax á framhaldsleikinn. Já, mér finnst það flott, ég var ekki að telja að vera með svona, ég bara þorið ekki. Já, ég er eiginlega samflag, mér finnst þetta oft mjög cool, sko. Já. En ég er svona að hugsa alltaf, þú veist, svo eftir nokkur ár þá verð ég eitthvað. Já, en það eru hinir sem þora og hugsa bara að lifa í núinu. Þeir skora sem þora. Það er rétt, en ert þú með tattoo? Nei. Nei, hefur aldrei spáðið að fá bara eitt lítið? Nei, ég er nefnilega, svo er það líka eitt. Mér finnst, ef maður ætla að fá sér tattoo þá átt að fara alla leið með það, sko. Mér finnst svo aðstæðanlegt að fá sér bara eitthvað eitt svona pingu lítið, eitthvað staðar bara, þú veist, fattaru? Já. Þú fáður bara alveg tattoo, langar tattoo. Já, kannski breyti ég mínu bara einhvern tímann, sett yfir það og gera eitthvað, nei, alveg. Lax. Já, lax. Þú kannski fengi myndin að Bubba. Er það ekki? Jú, kannski. Herru, talandi Bubba, hann er einmitt í næsta innleggi hérna. Ok. Þetta er svo skemmtilegt, þetta sá ég meira þess að byrtist á Flick My Life líka. Þetta er Bubbi og nýja lagið Þorpið. Ég var að tala sem nýja lagið. Hvað finnst ykkur? En mér finnst svo ábyrrandi hvað hann er að stæla Múkisson upp úr miðju lagi. Byrjar að syngja bubbalega, en svo breytir hann yfir í einhvern Múkisson stíl. Kannski bara ímyndin í mér. Heyrið þið þetta? Æ, er þetta ekki grín? Nei, svo er heilangur þráður og manneskjan kemur aftur eitthvað, úps, ég er alveg að skýta á mig en eitthvað, en hann alltaf, fyrir þá sem hafa ekki heyrt lagið, þá er þetta náttúrulega Múkisson sjálfur sem er að syngja þarna. Já, þetta er nú kannski aðlilegt. Ég man því ég heyrði þetta í fyrsta sinn. Já. Var ég í sturtu, ég kveiki alltaf útvarpinu í sturtunni. Já. Og ég hugsaði, já, ok, Bubbi byrja sko að syngja. Já. Svo hugsaði, ég hugsaði einmitt, hver er þetta? Ég fattaði ekki að þetta var Múkisson. Já. En ég hugsaði einmitt, hver er þetta með honum og okkur breytir hann stíl? Ég hugsaði, ok, þetta er ekkert aðstæðanlegt. Ég myndi kannski, ég hefði viðað mér upplýsingar áður en ég hefði sett þetta á netið. Anna, varst þetta þú sem áttir hérna? Nei, byrju, hvað heitir sá sem sett inn? Byrju, ég er búin að henda þessu blaði inn í byrju. Jú, Klesan. Klesan? Já, til að skrifa sko, litlu kái, stóru elli og stóru essi, þannig að Klesan. Þetta er líka annað sem minnst alltaf svo, þegar fólk eru að velja sér notendanafn og hún er bara eitthvað, ég ætla að fá mér hérna aðgang á bland.is. Best að ég kalli mig bara Klesan. Kannski er þetta einhver klessa. Já, hvernig þá? Já, bara annarkvort er hún að klessa sér upp í fólk eða bara feit klessa. Er feit fólk bara eitthvað klessu? Ég veit, eða er alltaf klessa fólk sem heitir lögin Klestan. Eða hún er lélugu bílstjóri. Já. Sem að er enn vísbendingin um að þetta sé þú.
Þegiðu. Þú ert mjög lélegur bílstjóri. Herðu, ég satt með þér í bíl á laugardaginn og þú keyrðir á. Já, ég sá ekki kantinn. Herðu, ég ætla að halda áfram með Barnalandið. Það er önnur könnun. Vandamál heitir þessi könnun. Og það er Knúsi 87 sem spyr. Er eðlilegt að 17 ára sé að deyta 41? What? Já, og já. Stelpaði strákur sem er 17. Er eðlilegt að dóttir manns sem er 17 ára gömul sé að deyta gaur sem er 41? Hvað myndu þið gera því? Og það er gaman að segja frá því að það eru 202 sem að segja nei, en það eru 6 sem segja já. Já, sko, það fer náttúrulega eftir líka þessum 41 árs einstaklingi. Ef hann er til dæmis mjög misþroska, eða eftir á, bara þú veist, eftir á, þá er þetta kannski í lagi. Ok. En ef hann er bara heilbrigður. Þannig að það er í lagi ef hann er misþroska, þá er þetta í lagi. Það er ekki eftir á. Þú veist maður hvað það að tala. Eftir að minna ef hann er eitthvað Forrest Gump? Nei, bara svona smá eftir á, þú veist. Skil, bara ég er til dæmis mjög eftir á stundum. Já, viltu meina að þú sért bara eins og sért 20 eða eitthvað? Já, stundum. Já. Ok, hættu að gera grín á mér. Fyrirgeðu. Ok, þannig að þetta er í lagi þínu hérna? Nei. Þú samþykkir þetta? Nei, mér finnst þetta ekki eðlilegt og ég ætla, getur við svarað þessu? Ég veit ekki. Knúsi 87 setur Þú þarft að stofna reikningarna á bland.is. Já. Hvað myndir að kalla þig? Svarfljótt? Ask, ok. Herðu, og að lokum, þetta er svolítið magnað hérna. Og það er Milky Way 27 sem að spyr. Þegar ég var 15 ára, held ég, þá sýndi pappi minn... Held ég? Já, sem sagt, já, nákvæmlega, segjum mannskjan. Þegar ég var 15 ára, held ég, þá sýndi pappi minn mér dildó sem mamma átti. Hann var að ræða kynlífið við mig og náði svo í dildóin hennar mömmu og sýndi mér hann. Reyndar var hann mjög fullur, en mér finnst það ekki afsökun. Ég hef oft hugsað þetta atvik en aldrei sagt neinum frá því, af því að mér finnst þetta mjög skömmustulegt og asnalegt. Þetta angrar mig, en ég veit samt ekki alveg hvað mér á að finnast þetta. Á þetta angrar mig ennþá. Við pabbi eða mamma ræddum þetta aldrei, það eru mörg ár síðan þetta gerðist, en samt kemur þetta alltaf upp í hugan á mér. Ég man þegar pabbi sýndi mér dildó og mér finnst þetta virkilega ógeðslegt því ég var bara 15 ára. Hvað finnst ykkur þetta? Sýndu foreldrar ykkur dildó þegar þið voru krakkar? Ok, þetta er ógeðslegt. Þetta er virkilega, sko, það sem mér finnst líka ógeðslegt við þetta, hann bara reyndar að vara mjög fullur, eins og það sé eitthvað, ekki mann eftir því að foreldrar mína hafa bara, ég var mjög fullur. Nei. Þú veist, mér finnst það, já, eiginlega jafn ógeðslegt og þetta með dildóið. Já, þetta er mjög furðulegt. Þetta er eiginlega ekki til þess að grínast. En við vitum náttúrulega ekki hvað hann var að segja við hana. Nei, þú veist, var þetta ekki eitthvað svona, var hann ekki eitthvað, ég veit ekki. Ég meina, hann geti að vera að hræða hana bara. Hvernig? Þú veist bara, sjáðu hvað þetta er ógeðslegt, aldrei stunda kynlífi, eitthvað svona. Já. Ég myndi allavega að vera klóslega hrædd ef ég sæði svona dildó. Ég held ég hef aldrei séð dildó. Aldrei séð dildó? Í bíómyndum. Ok, en þú myndir að fara inn í svona hjálpatækjabúð þó þessi ekki nema bara í gríni, sko. Kaupa einhverja svona gæsunargjöf eða eitthvað svoleiðis. Eða ammælisgjöf. Byrju, dildó, er það ekki eitthvað sem strappar á sig, eða? Sko, það er svo mikið að börnum að hlusta, ég held að við ættum bara að segja þetta gott á Barnalandi. Ég sé eftir þessu síðasta, þurrkum þetta út, en ég þakka þér fyrir góður á Anna hérna í Barnalandinu og við höldum áfram með þeir smá. Prófaðu nýjan bát á Subway, barbecue grísasamloku. Subway, alltaf fest. 1909.is 1909. Hvernig hljómar tónlistin þín? Sennheiser heyrnartólin skila þér hinnum sanna hljómi eins og síðustu 50 ár. Haff Grensásvegi. Undanúrslitin í meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport. Barcelona Chelsea á morgun og Real Madrid Bayern München á miðvikudag. Þorsteinn Jóð og gestir á sínum stað fyrir og eftir leikina. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Grænkandi grundir og tvöfaldur pottur í Víkingalottóinu. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Þarftu lán? Ertu viss? Ekki verið í ruglinu. Ekki taka lán fyrir kakóbolla. Ekki taka lán fyrir pítsu. Og ekki taka lán með SMS. Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á múla.is. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Hefurðu smakkað kjúkling píri píri á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir.
FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. Þið eruð að hlusta á FM 95 Bjö með Birni Braga og Önnu Svövu hérna á þessum fallega mánudegi. Það er fallega mánudagur. Æðislega mánudagur. Oft segjum við þetta svona bara sem svona útvarpskauð, já, þessum fallega mánudegi, en það er búið að vera viðbjóðslega mánudagur núna alveg marga mánudagir röð. Já, það er logn og hlýtt úti. Já, nú er sumarið að koma. Summer is coming. Það er komið náttúrulega. Já, það er komið. Já, en ég veit hvað þú varst að meina samt. Já, líka því að oft fyrst með sumardagurinn fyrsti hafa verið bara, það er samt ennþá bara snjór og viðbjóður, sko. Já. Nú var sumardagurinn fyrsti actual sumardagur. Sko, mér langar svo að grilla og vera lopapeysu. Já. Þú ert svolítið í náttúrubarnið, ekki? Já. Smá. Þú ert alltaf að vera úti. Já. Úti við. Já, það er gott. Ok. Herðu, sko, ég er bara hérna að fara í gamla fasta liði. Já. Eins og venjulega. Það er alltaf leið. Fasti liði eins og venjulega. Já. Það eru hraðaspurningar á þig til þess að reyna að kynnast þér betur, annars og Knútsdóttir. Þannig ég er bara tekin fyrir, búin að taka Facebooki mitt. Já, við erum að reyna að kynnast þér. Þú þekkir mig alveg. Já, hlustendur þekkja það ekki. Kottu með þetta bara. Þeir eru alltaf verið nataðir á Facebook og þú samþykir það aldrei. Þannig að þú vilt ekki vera vinun eins. Tilbúin? Já. Ok. Bíddu, nei, ég er ekki tilbúin. Núna er ég tilbúin, Hvað þurftur að gera? Ég ætlaði eitthvað að standa upp, en ég hætti það. Viltu standa upp? Já, ég gera það örugglega. Ég ætla að gera. Þú verður svona að tala í mækinn. Já, ég lyfti hann bara svona upp, Ok. Og þú verður að svara hratt. Já, ég veit, út það gengur þetta. Já. Hraðaspurningar. Ég er tilbúin. Besti matur? Spagetti og hakk. Besti sjónvarpsþáttur? Voice. Besta hljómsveit? Legend. Uppáhaldslið í enska boltanum? Tottenham. FM 95 Blö eða FM 95 Bjö? Óseggjart. Svaraðu? Bjö. Yes. Björn Bragi eða Brjánn Breki? Sjálfkvært, Björn Bragi. Takk. Hvaða hlutverk langar þér mest að leika? Svaraðu! Remake af Titanic. Heitasti karlmaður í Íslandi? Þú. Heitasti karlmaður í heimi? Þú. Svaraðu alvöru. Heitasti karlmaður í heimi í Hollywood? Þarna Tom Cruise. Hver er verið skotin í? Þér. Nei, þú voru að svara í alvöru. Engum, ég er í alvöru ekki skotin hennar. Annars það er í gær. Annars það er í gær? Er þetta ekki hraðaspurningar? Ok. Mest sexy stjórnmálmaður í Íslandi? Þarna... Svar! Það er engin sexy. Það er eitt sexy. Já, ok. Þarna... Nefndu eitt stjórnmálamann á Íslandi. Já, Jóhanna. Hefurðu notið ástæði í fransinu músbúningnum? Nei. Legar? Og þetta er mjög stressandi, ég svitna alveg. Ok. Ok, hvað er uppáhaldsmaturinn þinn? Hvað ætlar að bomba svo mig líka? Já. Ég er ekki með það spurningar fyrir fram með hann, ég spyrir bara sem ég mann. Nautakjött og humar. Akkur humar? Það er svo góður bragðið. Ok, mamma þinn eða pabbi þinn? Sem hvað? Bara betri. Betri manneskja? Það er jafngóð. Ok, mest sexy karlmaður í Íslandi? Býtu, Hvaða spurningar? Björn, Hlynur. Hver er það? Björn Hlynur, leikari? Já, næs, vel gert. Það finnst sem ég dætti í hug. Já, hann er settur. Ok, Þú ættir að undirbúa þig, sko. Ég vissi ekki að vera farið. Rúsín eða epli? Epli? Besti sjónvarpsþáttur? Tindakennsluðin. Ok, fyrir utan tindakennsluðina? Simpson. Í gamla daga. Og hvað, ef þú væri leikari, hvað myndir þú vilja leika? Hvað hlutverk? Það myndi vilja leika svona... Ég myndi vilja leika hlutverk þar sem þér að grenna mig eitthvað ógeðslega mikið og allir verður bara fuck, hvernig, er þetta ekkert hættulegt hvað þú ert hóraður? Og ég verður bara eitthvað, ég borða bara eitt epli og túnfiskdós á dag. En þú ert ekki feitur? Nei, ég var ekkert að segja ég verður feitur, ég var bara að segja, þú veist, svona eitthvað Christian Bale hlutverk, þú veist, eins og Machinist. Já, ok. Og allir eru bara eitthvað shit. Já. Var þetta lélegt svar? Nei, ég get rettað þér sögulega. Ég hækósa. Já, einmitt, hækósa, ég langar að geta leikið hækósa. Já, er það ekki? Jú. Hefur aldrei gert það? Nei. Ertu ekki alltaf að skrifa það? Ég er að skrifa 3. seríu núna, en ég er ekki aldrei beðin að leikið. Ok, ég hef aldrei séð það. Fáetar. Herðu, af því þú varst að segja best sjónvarpsþáttur, ég eiginlega breyti svarinu mínu. Já. Að ég ætla að svara að þú veist, uppáhalds-sjónvarpsþáttur minn í dag, það er Modern Family, hefur hort á hann? Já. Hann er svo skemmtilegur. Ógeðslega skemmtilegur, hann er svo stuttur. Já, hann er stuttur, það er svona að, þú veist, ég byrjaði bara að horfa núna, bara tölvunni, sko, og ég horfi bara á þetta allt í einu. Það er svo gaman þegar maður er eitthvað eftir. Já. En horfir á Private Practice?
Nei, er það læknaþáttur? Já. Ég horfi aldrei á læknaþætti. Ég get það ekki, sko. Hræddu blóð? Nei, ég er bara hræddur við spítala. Já, þetta er reyndar ekki, þetta er private practice, en þetta er ekki inn á spítala. Það er svona eitt sálfræðingur, þú veist, barna sérfræðingur. Og þau eru alltaf að æfa sig? Nei, þetta er bara svona fyrir ríka fólkið, skilur við. Já, ok. En þarna, síðasti þáttur ég grænjaði svo ógeðslega mikið, þú veist, ég tók pásu og fór fram og snýta mér og jafna mig á ekkanum, sko. Shit, í alvöru, lifir þið svona mikið inn í sjónvarpsefni og... Já. Ok. Já, góðu þættir. Ég fór næstu að gráta Modern Family daginn. Hvað þáttu það? Það voru allir svona eitthvað, það var Jay, fór að gráta því hann saknaði mömmu sinnar. Það var eitthvað súpu. Það var eitthvað svo fallegt. Já. Ég vil ekki tala um þetta meira. Nei. Þetta var lagið Stjörnuröp. Þetta er eiginlega bara eitt af mínum uppáhalds íslensku lögum í vetur. Íslensk tónlist er svo góð. Hún er það. Það er bara fáránlegt. Mér finnst líka svo gaman þegar íslensk lög eru á íslensku. Já. Þú veist, af því að maður þá tengir maður svo vel við það. Já, getur sungið með ef maður kann ekki ensku til dæmis. Já, nákvæmlega. Heyrðu, ég var að skoða eitthvað frétt á df.is, deiltum tilveru mennskrar Barbie-dúkku. Já, shit. Sástu þetta? Já. Og svo mynda einhverju gælu sem er frá Rússlandi og heitir Valeria. Já, góðum með eftirnafnið. Lugianova. Já, næstu nafnaðinn. Já, akkur. Anna, Eva, eitthvað. Já, eins og símafyrirtæki. Já. Allavega, hún lítur alveg eins út á Barbie-dúkka. Já, hún er viðbjóðsleg. Já, og það er bara fáránlegt hvað mitt að hún er grannt. Já. Þú veist, hún væri aldrei með svona stór brjóst ef hún væri svona mjög alvörinni. Nei. En þetta og hún hefur aldrei sést, hún hefur bara sést á þessari bloggsíðu. Já, hún er ekki til í alvörinni. Nei, fólk er að tala um þetta, hún sé til, en þetta sé eitthvað svona aðeins breytt í tölvu. Já, akkurat. Ég vona það. En ég sé hún með silikon, með hárleggingar. Já. Og hún er máluð svona til þess að stækka augun og gervegnar og svona. Já, mér finnst þetta svo athyglisvert. Þú veist, af hverju gerir fólk þetta? Af hverju fer fólk út í að pakka? Því að það allir fallegri þegar þeir eru natural. Kannski kannski er einhver fyrirtæki sem auðlýsa á bloggsíðan en hún fær peningin þá. Hæ? Nei, hún lítur að vera að græða eitthvað á þessu peningarleysi, annars... Að vera að breyta sér svona? Já. Hún er ekki bara óvart, það lítur engin óvart svona út. Nei, ég er að segja hún er búin að fara einhver aðgerðir. Já, það lítur að dýrt. Já, ég er að segja, skilur, þú veist, já, ég veit ekki. Nei, en hún segist vera frægast kona rússa, áður að vera frægasta kona rússa. Ég held að ég ekki vera frægasta. Það stendur, segist vera frægast. Já, mitt. Já, allavega merkilegt. Átt þú Barbie-dúkku? Nei. Ken? Nei, Þú ert fárlega líka Ken. Æ, takk. Akkur gerir þú ekki svona mótsvar við hennar bloggsíðu? Myndir þér eins og sért Ken? Það er íslenskur Ken og það er Bjarni Ben. Og ég sagði þetta ekki bara að þetta rýmaði. Er ekki einhverju búin að setja inn óskala á Facebook-síðuna? Jú, ég ætla að fara í gegnum það eftir þegar við tökum loka kynninguna því að það fer að styttast í lokinni það hjá okkur. Já, myndu svo að renna niður núna? Já, fyrir hljóðið? Byrju, nú renni niður og við setjum eitthvað annað í gang. Magasín, virkamótna klukkan 7. En ekki samt, tannburstaði áður en hún ferði í bólinn. Jú, áður en hún farið að sofa, en ekki áður en hún ferði í þessa heilugu seremoníu sem við vorum að tala um að. Af því að þú veist, þú vilt ekkert fá hérna einhvern ángati bara að Colgate. Ég er að skára heldur en ángata hvítlagslykt eða eitthvað. Auðvitað, þú veist, ég er ekkert að tala um, þú heldur ekkert að fá þér pulsu með lauk áður og mætir upp í rúm, sko. Ói, það er ráðileg bara. Já, það er einhvern veginn, það tekur pínu... Ég veist það ekkert fyrir nátt. Tekur kynlífslyktin af þessu. Einmitt. Það er bara smá handfíla í þessu. Já, og smá svitafíla. Alla virkamótna á FM 957. Komdir í form með Subway. Úrval heysubáta, vefjur og salut er innihaldaðin 6 grömmar fitu eða minna. Subway í fínu formi. We are at war. Marvel og Arion banki kynna. The Avengers, Iron Man, Thor, Captain America og Hulk eru mættir í stærstu ofurhetjumynd allra tíma. Mynd sem þú mátt ekki missa. And there's me. The Avengers, frumsýnd 27. apríl í Þrívídd. FM 95 Blö. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Turn up the music, þeir eru að hlusta á FM 95 Blö.
og við erum að hætta hérna núna í dag, Anna Svava. Já, Hvernig fannst þér þetta? sorgarstund, mér finnst þetta ógeðslega gaman. Er það ekki? Jú, Já. góð tónlist og við erum búin að dansa. Já, þú ert búin að dansa. Já, ok. Mér fannst þú vera að dansa við mig. Ég var að dansa í hjartanu. Já, það er rétt. Já, ég var rosalega gaman að hafa þig með. Mér finnst við vera svo gott kombo. Við erum það. Já. Við erum svona eins og kókumjólk og kleina eða pop og kók. Já, Það er besta kombóið. pop og kók. Já, það er ekki. Betra en pop og appsín. Klárlega. Já, ok, þá erum við pop og kók. En þá er ég poppið. Þegar þú segir pop og kók, þá heyrist mér að segja pappi og kók. Ég sé bara fyrir mér hana þáttinn, hana pop og kók. Já, sem var í gamla dag, myndbandaþáttur. Já, áður en þú fættist. Nei, ég er nú ekki svo ungur. Nei, lítið brút fyrir það. Já. Það er sexy. Takk. Ég var ekki með þetta samt. Hefðu að segja bless. Já, herru, það var frábært að vera með þér. Við sjáumst aftur, eða við heyrumst aftur á morgun, því að ég verði hérna næstu 2 vikur og meðan Auðun Blöndal er í hári greiðslu. En Rikki G hérna, handan við hornið. Takk fyrir í dag. FM 95 Vel gert. Á FM 95